Ég heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum sögkastið. Velkomin aftur. Gleðilegan þriðjudag. Gleðilegan þriðjudag. Það er örugglega ein rjúkandi pizza fyrir fram að eftir núna. Og neður hlustar. Já. Við erum samt að taka upp hérna á menninganótt. Já, gleðilega menninganótt. Já, og bara vel gert allir sem að hlupu. Sjúklega vel gert, held ég, vona ég. Já. Það var örugglega ógeðslega margir staðið sér ógeðslega vel. Og bara, Allar hann betur en við sem hlupum ekki. já, einmitt. Það var alveg svona smá moment í morgun að vera að skoða Instagram og sjá alla vera búin að hlaupa og með metalinu sinni og ég leit út eins og roadkill upp í hlaup. Það er nú full dramatíst en Aldrei. Já. Ég er saman með einu spurningu. En Já. síðan fór ég samt að pæla hvort ef ég væri búin, eða þú væri búin að spyrja mig að þessu en allavega. Hvernig með? Ef þú mætti breyta einhverju í sögunni, hverju myndir þú breyta? Ég hef ekki spurt þetta. Nei, ok. Bara einhverja einu. Það er svo erfitt að finna eitthvað eitt og því að það er oft það sem eitthvað sem er, þú veist, mjög augljóst þannig sé, Já, eins og það að fóldra Hitlers myndi nota getnaðarvörn eða eitthvað svo leiðis. til dæmis, Já. en þú veist, það samt sem áður leiddi til ákveðna góða hluta eftir á, ekki, þú veist, Ég veit ekki hvernig þú ert að fara með þetta. nei, út af því að þú veist, eins og NATO er ekki til í dag og sem sagt gyðingahattur hefði ekki hríðfallið, það hefði örugglega magnast upp. Já, en síðan einhvern veginn samt afleiðingar af seinni heimsstyrjöldinni eru til dæmis stríði í Ísrael-Palestínu sem er núna. Nefnilega, og þú veist, það er erfitt að segja. Já, Það er rosalega erfitt að segja út af því að ef að maður myndi breyta einu, hvernig aflengar myndi að hafa í dag. já, en við erum ekkert endilega að hugsa um það, bara hverju myndir þú breyta? Þetta er nefnilega erfitt. Ég held ég veit hvað þú myndir svara. Já. Fuck. Ég held að þeir að klippa út eitthvað að dauða og þögn. hérna, 100% sko. 100%. Eins leiðilegt og það er að segja þá myndi ég ekki bjarga Unnu Frank Nei, út af því að í rauninni hún varð mun stærri út af því fyrir að hún vikið, dó. já, ég skil þig. Þú veist, og ég er ekkert endilega viss að ef að Hitler hefði dáið að seinni heimsstyrjöldin hefði ekki gerst. Veistu hvað við? Já, það er bara eitthvað annað stríð Nefnilega. af Þannig því að að fyrir heimsstyrjöldin hafi gerst og hún var svona, nefnilega. það var svona sem í kjálfarið. Þetta er í rauninni mjög sjálfsælst en ég væri til í að sá sem fann upp á brútalismanum í arkitektur hafði ekki verið til. Ó, það er svo dramatískar stundum. Nei, Jú. ég er það ekki. En við bara erum með svo mikið að ljótum byggingum í dag Ég veit það, út allan heim og ég veit. það er einhver fokkin Mér fáið finnst sem byrja á þetta, þessu. ég veit það, mér finnst þetta samt vera að fara aðeins aftur. Þetta er byrjað að Á fara aftur. góðan hátt. Já, algjörlega, það er byrjað að lagfæra Já. en það var allt og langur tími þar sem arkitektar voru að finna upp á kössum með engum persónleika. Og engu það ekki. Já, það, ok, dísus. Þeim sem datt í hug að hafa flatt þak á Íslandi, sorry, en ef að ykkur er mjög hlindur þessu, annarkvort ertu að lifa ykkur draumaheimi þar sem það rignir aldrei á Íslandi eða þú er bara naut heimskur. Sorry, ég er með mjög sterkar skoðanir. Já, ég veit. Ok? Já. Ok? Þetta er bara, það meikar enga sens. Nei, ég veit, Artur mín. Ég veit. Já, hvað myndið þú vilja? Það sem ég myndi segja. Ég held nefnilega að ég veiti. Ég held samt nefnilega ekki. Ég held að þú sérst í rétta átt, en ég held að þú sérst ekki alveg Ok, þar, skilur við. ok, núna er ég byrjað að reyfast. Já. Það sem ég myndi velja að breyta Mm. er að Louis XVI minn Já, ég er með það rétt allana. hefði staðið upp fyrir sjálfur sér og staðið upp gegn aðalnum. Já, ok.
og, Ekki það sem ég held. nei, En já, og þar að leiðandi hefði hann lifað af. já, eða þá allavega þú veist, mögulega hefði orðið bylting Mm. en hún væri kannski með einhverju öðru móti þar sem að fólki myndi sjá það að konungurinn stæði með fólkinu Já, eins og hann vildi. algjörlega. Það er einmitt mjög leiðileg eitthvað svona ljót umfjöllunótt hann og Já. Marie Antoinette sérstaklega hann sko, þar sem Já. allir segja að hann hafi bara En hann ekki pælt í reyndi, neinu. Hann reyndi virkilega. hann reyndi að breyta og reyndi að fá aðalinn til þess að borga og allt þetta en hann bara því miður var ekki nógu sterkur Nei, persónleiki til þess að standa upp já. gegn. Pældi því að hann vildi skattleika aðalinn Mm en já, bara því miður þá var hann ekki nógu viljasterkur. Nei, þannig að hefði hann staðið upp fyrir Mhm. sjálfu sér og fólkinu sínu. Já. Og haft, já. Það er mjög gott svar. Já. Hvað helst ég myndi segja? Ég held að þú myndir segja að þau hefðu sloppið. Já, nei. 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 Það voru svo skelfilega nálægt í. Nefnilega Þú sko. Skelfilega nálægt í. Það er eiginlega bara lýgilegt. Já. Við erum pottet ekkert í Já, ég tek þau. Já, já, já. Það er aldrei sé. En ég var að byrja í dag. Er það ekki? Já. Í dag, kæru hlustundur, erum við komin til forn Rómaveldis. Þú er svolítið þar þessa dagana. Já, ég er eitthvað mjög heillaður af Já. forn Róm akkurat núna. Róm og Grekja og allir. Þetta er mjög áhugavert og einmitt, það hefur verið svona ákveðna svona góðsagnir sem hafa fyllt þessum tímabilum svona á mítum og öllu svona Algjörlega. oft margt hafið upp sem ætti ekki verið hafið upp og oft eitthvað sem hefur verið bara sett til hliðarlínuna sem hefði ekki átt að vera gert það. Já. Þannig að já, það er mjög gaman að pæla í öllu þessu, öllu þessu dóti. Já. En við erum komin til Rómaveldis á miklum umrótatímum. Það er mikið sem búið í gangi og mikil ólga. Þetta er á þeim tíma sem hann Caligula var nýlega myrtur af prætoríunni vegna geðveiki hans innan gæsalappa. Ekki ætla ég að fara að tala um hann Caligulu en heldur sá sem tók við á honum, hann Claudius. Já. Hvaða ári er þetta? Þetta er, ég myndi segja, öll umfjöllunin er cirka frá 37 sem sagt eftir Krist Já. til 48 Ok. cirka. Þetta er svona 10-11 ár. Já. Það er samt ekki rétt að ég sé að fara að tala um hann Claudius því ég rauninni bara að fara að tala um hann sem aukapersonu því ég er að fara að taka eina af konunum hans fyrir. Eina af? Já. Ok, yndislegt. Hanna Valeríu Messalínu. Hún var mjög umdeild á sínum tíma og enn umdeildari eftir á. En áður en ég segi ykkur frá henni þá þurfum við að fá smá sagnfræðilegt samhengi þú veist, hvernig Rómaveldi var á þessum tíma. Það var búið að vera mjög undarlegt og erfitt tímabil í Róm. Hann Caligula var kosin keisari árið 37 eftir Krist, gerði allt vittlust með geðveiki sinni innan gæsalappa. Hann er frægastur fyrir að hafa ráðið hestinn sinn sem konsul. Það er geggjamúf. Geggjamúf. Það samt gerðist ekki. Hann sagðist vilja gera hana konsul til að í rauninni gera lítið úr þinginu. Já. Það var í rauninni djók. Ok. Já, þið standið ykkur svo illa, ég ætla bara að gera hesti minna konsul. Hann stendur sér betur. Smá svona rómpött í andlitið. Já. En hann var samt sem að mjög hvatvís, hrókafullur og óreglulegur í gjörðum. En það maður að það eru til of litlar heimildir til að staðfesta hvort allt sem hann gerði var út af geðrænum kvillum eða hvort hann hafi bara verið sadískur. Gegnum tíðina hafa rithöfundar og kvikmyndagerðarfólk málað hann sem geðveikan. Albert Camus skrifaði frægt leikrit hann í absúrdista þríleiknum sínum. Það sem hann á að í rauninni að endurspegla absúrdisman. Ég skil. En burt sér frá því, þá var hann ekki vel liðinn af samlöndum sínum og var hann drepinn af prætoríunni árið 41. Frændi hans, Claudius, var nefndur keisari Rómaveldis síðan. Bara samstundis í rauninni.
Ok, en var hann með í plottinu að drepa hann? Ég kem að því. Hann Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus fættist í Lugdunum í dag Lyon 10 eftir Krist. Hann missti pappa sinn þegar hann var ungabarn og var mjög veikur sem barn yfir höfuð. Út frá þessum veikindum ól hann með sér heilsukvilla á bæði líkama og sál sem endust restina lífinans. Meðal annars hálft heyrnarleysi og haltraði út ævin sína. Ok, en á þessum tíma var það örugglega ekki litið sem kostulegt fyrir leiðtoga? Nefnilega. Það var víst svo slæmt að samkvæmt Suetoniusi Tranquillusi að þó hann hafi náð lögráða aldri að þá var hann talin ekki geta séð nein almenn eða engamál fyrir fjölskylduna. Hann var það sem sagt veikur og illa farinn. Fjölskylda hans var ekkert sérstaklega hrifin af honum heldur. Þar sem mamma hans, Antonia, kallaði hann skrimslafmanni, ekki kláraður en aðeins rétt byrjaður á af hendi frú náttúru. Brútal. Já, bara öll ástin. Og einmitt, eldri bróður hans þoldi hann ekki og gaf honum engin, í rauninni bara meina honum að vinna fyrir ríkið. Já. Að ykkur viti til að byrja með. Ok. Hann var í eldri kantinum þegar hann byrjaði að vinna fyrir ríkið og því að hann var í Julio Claudio ættinni þá fékk hann ákveðnar heiðurstöður innan þess. Svona bara titlar í rauninni. Já, ég skil. Og þessi Julio Claudio ætt sem sagt út frá honum Julius Caesari eða Kæsar. Ok. Já, og ég mun örugglega segja Kæsar fyrir alla latínunördana þarna. Caligula var með honum í einhverjum heiðurstöðum og voru þeir lítt þekktir á þessum tíma. Já. Þeir áttu í ágætis sambandi víst því Caligula gaf honum stöðu sem konsúll sem var æðsta staða á þinginu eftir að hann varð keisari, hann Caligula. Af hverju lifði hann af keisaratímabil Caligula og Tiberiusar sem var ekki mikið betri út af því að þeir tveir sérstaklega voru mjög morðóðir, Tiberius og Caligula. Það var af því að enginn taldi að hann væri nógu hættulegur eða með nógu mikið völd til þess að pæla í honum og þetta var í rauninni hans skjöldur, hvað hann var ómerkilegur. Og þegar Caligula var orðinn of morðsjúkur og farinn, þá var Praetorian, lífverði keisarans, þeir sem sagt myrtu Caligula. Já. Og einmitt þetta í rauninni svona pínu góðsennakent þessi Praetoria út af því að þetta var bara lífverði keisarans. Það voru svona 5-7 manns. En þeir höfðu þau völd að geta aflífað keisaran ef þeir héldu að hann væri að vinna gegn ríkinu. Já, ok. En þurfti engin eitthvað svona réttarhöld eða nei? Út af því að keisarinn í rauninni stjórnaði dómstólnum. Það var ekki þetta að fara með hann í gegnum. Nei, já, algjörlega. Ég er bara að hugsa hvort að því að það gæti alveg verið einhver spiltur innan þessara deildar. 100%. Og gæti bara vilja losa sig við keisaran. 100%. Án þess að spyrja kongnum prest. En það er það sem ég er að pæla. En Caligula er í rauninni eini keisaran sem er aflífaður af Praetorianu. Ég skil. Og þú veist, það var öll Praetorian partur af þessu. Ok. Eftir það var hann Claudius nefndur keisari árið 41. Þannig að Caligula var 4 ár sem keisari og olli það miklu musla að endist ekki lengur en það. Nei, en var samt 4 ár. Deilt það hvort að hann hafi verið partur af morðáætluninni en ekkert hægt að staðfesta. Og það eru svona ákveðna sögusagnir að hann hafi falið sig í einhverju herbergiðana í höllinni og að einhver hermaður sem var bara svona á vappi í rauninni hafi séð fæturnar hans stingast út undan einhverju tjaldi og fundið hann þar og Claudius hafi bara fallið á hné og sagt bara please ekki með mig og bara eitthvað stattu upp keisari. Já, þetta er svona smá svona eins og í einhverju
sábópru eða nefnilega, einhver svona bímynd. Þetta svona, já, það eru marga sögursögnur hvort að hann hefur verið partur af þessu, hvort að hann hefur bara vitað þessu eða hvort að hann vissi ekki neitt. Þetta mjög umdelt og það eru engar heimildir í rauninni til að staðfesta neitt af þessu. Nei. En hann tekur við sem keisari og með sér keisareinjuna Valeríu Messalínu. Og það einmitt hún sem ég ætla að taka fyrir í dag, sérstaklega. Ég held sko alltaf að þú verður að rugla og verður að tala Þessalíu. Þessalíu, nei, já. Þetta... Það eitthvað borg í Grikklandi. Já. En, já, nú þar sem við erum komið allt samhengi, þá getum við fara að tala hana Messalíu okkur. Messalínu, sorry. Hún talin vera ein lauslátasta, gráðugasta og morðsjúkasta kona fyrir og síðar. Oh my god. Já. Hún notuð sem lýsing á einum karakter í Jane Eyre. Ég ætla ekki að segja hver það en þið bara að lesa bókina. En segjum að það málar persónuna ekki sérstaklega vel. Nei, ég efast það. Já. Og endilega lesi Jane Eyre, hún æðisleg. Hún kemur líka fyrir í Meistarinn og Margarita, þar sem hún heiðursgestur á dansleik djöfulsins. Og enn og aftur mæli með Meistarinn og Margarita, geggjubók. Hún í hópi verstu og mest hötuðu einstaklinga í mannkynssögunni. Og ég ætla að segja ykkur af hverju hún það. Og kannski svona af hverju hún svona umtöluð seinna mér. Já, ég nú bara forvitin þá hvað hún hefur gert eða hvort það sé einhver rök á baku það, hvort það sé satt. Algjörlega. Að því konur voru oft ekkert málaðar sérstaklega vel. Nei, og ég mun komin á þannig. Já. Lítið vitað uppvaxtarárin hennar og ekki vitað hvenær hún fæðist, en hún dóttir Dómitíu Lepidu og Markusar Valeríusar Messala Barbatusar. Kallarnir voru með rosalega löng. Já. Fyrir utan það ekkert sem við vitum hana fyrir utan fjölskyldutengslin hennar. Þegar hún giftist Kládíusi árið 38, þá bara sagt að hún sé í mesta lagi 18 ára. Og hann var 47 ára á þessum tíma. Þessi tíska að giftast fransiskinum sem konungsfjölskyldur Evrópu voru með svo mikið blæti fyrir, var löngu byrjað í forn Rómaveldi. Þau Kládíus og Messalína voru nefnilega fransiskinni og alls ekki fjarskild. Langa amma Messalínu var amma Kládíusar. Þetta alveg það náskilt. Já. Fyrir íslenskan redneck standard þá þetta vel löglegt, en fyrir Evrópu á þessum tíma þá þetta á par við Habsborgarana. Þetta var mjög góð gifting fyrir hann Kládíus, þar sem hún kom af mjög góðri ætt og voru þau vel metin í samfélaginu. Sem sagt ættin hennar Messalínu. Þetta var ekkit frábært fyrir hennar Messalínu samt, þar sem hann var sjáanlega fatlaður og útskófaður og hataður af fjölskyldun sinni. Mammans notaði yfir eitthvað sem henni fannst vera heimskur. Meira flón en sonur minn Kládíus. Já, móðir ársins. Já, alveg rosalega, sko. En leist henni vel á tengdadóttur sína? Kemur ekkert fram. Nei. Því miður. Forn Rómaveldi var ekki góður staður fyrir fólk með fötlun og var hún Messalína ekki spennt fyrir því að giftast honum. Eina sem hann kom með í hjónabandi var gott blóð í rauninni. Hann hafði ekki gert neitt einu sinni sem hún gat monta sig yfir. Þau áttu 2 börn saman á skjótum tíma og síðan varð hann næsti keisari og var sú ákvörðun umdeild á sínu tíma. Að hann keisari, ok. Já. En það fer náttúrulega allt eftir því hvort að hann hafði eitthvað með það að segja eða ekki, en með það að gera. Hann á að hafa skýlt sig í herbúðum og mútað þinginu til að samþykja sig sem keisara. Ekki það hetjulegasta sem hann hefði getað gert, en hann varð keisari sem fór fram úr öllum væntingum allra í kringum. Ok, en það sem stemmir ekki á við þar sem þú sagðir að hann hafi falið sig og þau bara strax tekið hann sem keisara. Þennan máli. Praetorian skráðan sem keisara strax eftir dauða Kalígúlu. Já. Það þurfti síðan að vera samþykkt að þinginu
og hann fekk það fram með því að múta þeim og fela sig hjá hernum í rauninni samkvæmt sögum og það eru mjög mikið af umdeildum og það er ekkert allir sammála hvernig þetta nákvæmlega gerðist en hann var samþyktur af þinginu eftir að hafa verið nefndur sem keisari af prætoríunni. Það er ekkert skrifað fyrsta áriðina sem keisarinju hjá Tacitussi og Suetoniusi og því vitum við ekki hvort að orðrómar voru komnir af stað. En rómversk siðmenning var með það sjónarhorn að karlar verða spilltir en konur fæðast spilltar. Auðvitað. Mjög skemmtilegt og típist. Þær voru alltaf taldar óæðri köllum og ekki var þeim treyst að sjá sitt eigið húsnæði og í rauninni var þú mjög sterkt merki þennan hugsunarhátt. Já. Á valdatíma hennar eða eftir hann? Sko, þetta byrjar á valdatíma hennar en þetta verður bara miklu meira eftir valdatíma. Miðað við hversu margir seinna meir lýsa henni sem algjöru skrimsli að þá eru mjög litlar heimildir til af henni. Það fyrsta sem er skrifað hana eftir að þau giftast 38 er ekki fyrir en 47. Já, Já, það eru fyrstu svona almennilegu heimildir. Já. En eins og með annálunum hans Tacitusar að þá vantar alveg helling af þeim texta. Ekki voru þeir í hana bókasafninu sem brann? Nei, það var seinna. Nei, það var fyrr. Það var fyrr, En já, Tacitus á að skrifa þetta bara í rauninni rétt eftir þetta er kallað tímabil 12 Sesarana. Já, einmitt. Það er svona óerða tímabil. Já, mjög mikið. Þetta er í rauninni bara ættinans Sesars, Júlíus Sesars. Já. Og það endar með honum Nero sem er bara á eftir Claudiusi. Þannig að hann er að skrifa þetta frekar stutt eftir. Já. Þannig að hann er í raun áreiðalasti heimildin. Það er gott að vita. Já. En já, þannig að það eru 9 ár sem ekkert í raun vita hana fyrir utan bara að þau eignast börn, skilur. Það er hann Tacitus sem segir okkur frá 2 atvikum í annálum sínum og eiga þau að lýsa því hvernig hún átti að hafa verið. Hún Messalína var mjög hrifin af Lúkulusargörðunum. Já. Lúkulusargarðanir voru einstaklega fallegir garðar sem voru gerðir í persneskum stíl. Það er að segja afgirtir garðar með gosbrunn eða vatni í miðunni, gangstéttir í kringum vatnið og síðan tré úti við kantana. Þetta er bara mjög basic þannig séð en þetta kemur frá Persíu, ég fekk að vita það. Já, geggjað. Og einmitt orðið paradís kemur frá Persíu. Já, meinar. Og út af þessum görðum eða? Nei, ekki út af þessum görðum en þetta kemur frá eitthvað, ég man ekki alveg hvernig ég bara þetta fram paradís eða eitthvað en það þýtti bara afgirtur garður. Nei. Já. Og það er skemmtilegt. Það er mjög fyndið og síðan hefur þetta orðið sem afgirtur garður, Edengarðurinn, það nátt að hafa verið afgirtur. Já. Þetta er svona og síðan verður það bara það sem við þekkjum í dag. Allavega hún vildi þessa garða út af fyrir sig en það var vandamál. Þeir voru í eigu Valeriusar Asiaticusar fyrir elskugi hennar, segja sumir. En þau voru ekki á bestu nótum. Nei, ég skil. Hann var víst að óta görðunum að Messalínu og var með mikla sýndarmennsku út af þeim. Eitthvað sem Messalína var ekkert sérstaklega hressa með. Nei. Hún snýr sér að hægri höndinni sinni Suilusi, þetta er mjög óþöld nafn, og segir honum að gera það sem hann gerir best. Og hann fer til Claudiusar og hvíslar í eyrað á honum að hann ætti að verja sig gegn völdum og veski Asiaticusar.
að þau búði ekkert gott fyrir keisaradæmið Ok. og Asiaticus er dregin í járnum til hallarinnar og lesið yfir honum allskins glæpir sem hann átti að hafa framið. Sem hann bara all lígi. Já, Eða- líklega. Veist, það er kannski eitthvað sem hann hefur gert, Já, já, skilur, og það er að virðist vera, með við hvað ég hef lesið hérna, Já. að það eru margir í rauninni glæpir innan gæsalappa, veist, sem ætti ekki að vera gert en var gert. Já, svona svipað eins og valdatíð Henry VIII. Með hvað? Nei, þá var bara allir dregnir fyrir dóm fyrir eiginlega bara hvað Já. sem er og allir hálsöku, bara, Sko, já, það var oft mun persónleira heldur en pólitískt já, svona dómar, sko. Og eins og kemur sérstaklega fram þarna. ok. Meðal glæpa hans þá á hann að það var haldið framhjá með einni Popæju Sabínu. Hver var hún og af hverju var hún dregin inn í þetta? Hún Popæja Sabína, hinn eldri, var aristokratísk kona sem var gift konsulnum Scipio. Hún var þekkt fyrir fegur sína. Hún átti víst að hafa verið í ástasambandi við eitthvað ónafngreindan Rómverja sem Messalína vildi út af fyrir sig. Já, Messalína ákvað að slá 2 flugur í einu höggi og bjó til sögu þar sem Popæja og Asiaticus voru í ástasambandi. og Asiaticus er sá sem á garðana. Já. Já. Þetta er algjör uppspunni. Já. Þar með gat hún sett framhjáhald sem annan glæp sem Asiaticus átti að hafa fram með. Í rauninni bara svona til að svona setja meiri fóðurinn á Krydda eins. Já, krydda eins, sko. Já. Og einmitt nýta sér hans skandal og taka niður hann að Popæju. Já. Slá 2 flugur í einu höggi. Eins og ég sagði. En það var ekki eina sem hún gerði með hana, Popæju. Það því að framhjáhald var glæpur, alvöru glæpur, sko, Er það? á þessum tíma, virðist vera. Því maður heyri svo mikla sögur að það var svo mikið svona lauslæti og allir með öllum og Það var það greinilega með að við, sko, já, hann að heimildi sem ég er búin að lesa, Einmitt. það var rosalega mikið verið að halda en framhjá. samt glæpur. Já. Og Það er einmitt, rosa sérstakt. það Claudius ávist að hjá Tacitus þá var mjög bara svona casually nefnt 2 hjákonur sem hann var Já. reglulega með. Ég skil. Þannig að Þetta er samt í algjörðið þversögn. eins og segi, framhjáhald var eitthvað sem var bara mjög mikið stundað en var tæknilega sér glæpur. Sem er, já. Já. En já, það var ekki það eina sem hún gerði með hana Popæju. Messalína sendir nokkra hermenn til hennar að ógna henni. Hún getur annarkvort framið sjálfsmorð eða að fara í dýflissuna og þóla pyntingar. Hún valdi fyrir kostin. Og þetta er eitthvað sem er allavega á þessum tíma oft það sem þau fá val og að það sé í rauninu verið að gera þeim ákveðin greið með því að leyfa þeim að fremja sjálfsmorð. Að það sé svona, það var allavega partur af þessu að fólk myndi bara fremja sjálfsmorð í staðin fyrir að þóla einhverja pyntingar eða eitthvað. Ok. Og fólk var gefið sásjens. Þetta er alltaf bara 2 ömulegir valkostur. 100% þetta er hæðilegt, sko. En það var ákveðin svona fólk einhvern veginn leit ekki illa því að fara þannig. Hvað þá, eins og það væri að fara með meiri svona dign. Já, með virðingu, sko. Ok. Sem er, já, rosa skrítin pæling í rauninni. Já. Claudius á að hafa verið svo utangátta með þetta allt. Hann hafði ekki hugmynd Popæju-dæmið. Hann bauð eiginmanni Popæju, honum Scipio, í mat. Af hverju samt? Út af því að Scipio var konsul. Já. Og í rauninni bara þannig sé svona hægri hönd keisarans. Ok. Og voru 3 konsular sem voru svona æðstir í ríkinu. Og það var þá bara tilvílun að hann valdi mannin hennar. Já, þetta er í rauninni reglulegu hlutur að þeir borða saman. Ok, það er gott að vita. Og fleiri konsular, þar að segja. Þegar hann sá að hann
væri einn, spurði hann hvar konan hans væri og Scipio svaraði: hún hefur farið veg alls holds. Claudius vissi nefnilega ekkert að það væri einhver tenging gerð á milli Asiaticusar og Popeye fyrir seinna. Messalina í rauninni bara spila rosalega auðveldlega. Og illa. Já, og mjög illa. En aftur að Asiaticusi. Þegar það var verið að lesa yfir honum alla glæpina sem hann átti víst að hafa framið, þá á hann að hafa verið mjög yfirvegaður til að byrja með. En hann varð síðan pirraður á þessu og hefur beðið að fólk bæri vitni á hvernig manneskja hann væri. Ok, þannig að hann hefur allavega fengið séns á því. Já. Og þetta náttúrulega, það var náttúrulega lýðveldi mjög lengi áður en það var keisaradæmi, þannig að, þú veist, dómsmálakerfið. Já, maður veit samt aldrei. Algjörlega, sko. En hann fór fyrir svona almennan dóm, sko. Okay. Ég segja Anne Boleyn og Marie Antoinette fór líka fyrir þannig. Algjörlega. Í rauninu munurinn þar að það var aldrei lýðveldi áður. Já, ég veit, en ég er bara svona. Já, algjörlega, sko. Það komu nokkrir og báru vitni hvernig hann væri, en það var ekki nóg. Claudius gaf honum þó val á dauðdaga sem ekki allir fengu. Hann hefur allavega... Hvað fekk hann sama val og... Nei, hann mátti bara velja bara hvað sem er. Og einmitt, það voru einhverju vinir hans Asiaticusar sem sögðu, já, hann vildi ekki bara þá láta þið svelta, þú veist, gefa þessi mestan tíma í rauninni til þess að reyna að komast. Új. Já, veist, þeir voru bara að reyna að finna einhverja lausnir, sko. Já, ég skil það, þetta bara hljómar. Já, hljómar hæðilega, sko. En já, hann var ekki til í það og einmitt bað lokamáltími vinum og settist undir tré sem var nálægt og einmitt, trigger warning aftur, skar á púlsinn sinn. Okay. Og einmitt, Tacitus skrifar að hann hafi verið yfirvegaður til hins ýtrasta. Einmitt, mjög leiðilegt dæmi. Já. En samkvæmt Tacitusi þá notaði hún Messalina dómsmálakerfið til að koma sínum eigin hagsmunum á framfæri. Ef einhver fór gegn henni, hafnaði henni eða gerði hana afbrýðisama, þá voru þeir einstaklingar dregnir fyrir dóm og annarkvort útskúfaðir eða útrýmdir. Hún einmitt gerði það persónlega pólitískt, eins og var skrifað í einni grein. En það er síðan skandall nr. 2 sem var þennan að falli. Það er nefnilega bara 2 skandallar. Það? Já, sem eru... Ég held að það væri miklu meira með við lýsingarnar á henniðan í byrjun. Nefnilega, sko. Og það er alltaf þegar maður svona horfir á eitthvað svona myndbandi að byrjar að lesa eitthvað grein, það er alltaf bara ein hatasta kona allra tíma. En það síðan eru bara 2 dæmi sem er til heimdir. Með þetta þá er Mary miklu verri. Já, 100 sem verið, sko. Þú veist, með við þetta. En, já, og einmitt með Mary, þá er þetta bara rosa lítið eftir að ég hef búin að lesa þetta, sko. Já, við þurfum að taka hana fyrir. Það verður gaman. En já, skandall nr. 2. Það gerist ári eftir Asiaticusar málið, sem sagt 48 eftir Krist. Hún Messalina var ekki nógu sátt með eiginmann sinn, hann Claudius, því að hann var að stunda skírlifi á þessum tíma. Ég skil. Messalina var ekkert sérstaklega sátt með það, skiljanlega, þannig að hún fann sér eitthvað annan til að halda þið. Það var hann Gaius Silius sem vann fyrir konsúlinn. Ok, hún er líka alltaf að halda þessu svona svolítið nærri. Já, þetta er svona í þeirra innsta hring. Já, og þannig að valdlega séð, hvað ég kann ekki að tala. Oh my god. Já, hún sérstaklega þetta, sko, þá er þetta mjög nálægt. Og einmitt. Nei, líka því að hitta var það kona konsulat. Já, einmitt. En já, þau voru ekki mikið að fela sambandið þeirra. Hún fór oft til hans með fullt af fylgiliði, gaf honum gjafir og eyddi miklum tíma með honum og þegar hún fór
þegar hún var að fara gengu þau út úr húsun hans hönd í hönd. Þú veist, einmitt fyrir framan mikið af fólki. Já. Og, by the way, hún gaf honum þetta hús. Já, Þú veist, þetta voru stóra gjafir. einmitt. En hún bara svolítið, þú veist, hún var orðin svolítið svona kokki. Já, Og vissi hvað völd eða hvað stöðu innan samfélagsins hún hafði og hún rúglega liðið eins og hún væri ósnertanleg. já, og einmitt, ég mun pínu koma inn á það á eftir. Já. Erfitt að segja hvort að hann Sílius hafi verið mjög viljugur aðili í þessu sambandi. Hún hafði ákveðið orðspor á sér að það var ekki hægt að segja nei við hana án þess að lendi í miklu vesinni. Og það er erfitt að staðfesta þetta út af því að þetta eru seinni heimildir í rauninni sem Já, segja frá þessu orðspori. það sé þannig þá er það smá svona flagg. Já, einmitt. Að því að, Þetta er nefnilega svo trikki með svona heimildir sem eru skrifaðar aðeins seinna er að oft þá er þetta kannski eftir einhverjum eldri heimildir sem hafa glatast stundum. já, eða einhver orðrómur sem að er síðan komin rosa langt Nefnilega, og einhver ákveður að skrifa niður. já, Þannig- og einmitt, það er oft það sem það gerist líka. Já, alveg svo Let them eat cake. Nefnilega. Það var skrifað 100 árum eftir dauðanar. Einhverjum 100 árum. Nei, Nei, oh my god. það var sko, þetta kemur frá Rousseau, Já, sko 1733. já, þetta Löngu áður en kemur, hún fæddist, sko. já, þetta var á undan. Það er nefnilega, einmitt, þetta er einmitt frægasta dæmið þessu, sko. En já, þetta er mjög mikið með hana Messalínu, sko. Og það að Napoleon var lítill. Já, einmitt. Hann var einmitt vel yfir meðalhæð, sko. Já, en það var bara hvort þú notaði breskar eða franskar tómur. Nei, það var ekki það, nefnilega. Víst. Já, nei, en ástæðan fyrir að af hverju hann var svona pínu lítill, þú veist, var alltaf sagt, var út af í rauninni breskum skópluðum. Já, en það var að því að þeir lásu, þú veist, sáu hæðans einhvers staðar. Ég er nefnilega að sjá að það var í mýta. Aha. Já, í QI. QI er svona freka gott fact check. Ok. Allavega, þetta Já, er allt út fyrir. Já, sorry með okkur. En já, hún átti þetta orðspor að það var ekki að segja nei. Sagnfræðingarnir, innan gæsalappa, Cassius Dio og Juvenal skrifuðu að hann hafi verið kúaður af valdinn hennar. Og einmitt þeir er að skrifa öld eftir dauða hennar. Þannig við tökum því með fyrirvara. Já. Tacitus, einmitt okkar besti, sem skrifa mun nær atburðum, segir að hann hafi verið aktífur þátttakandi í sambandinu. Og miðað við restina af sögunni, þá er ég nær Tacitus í hugsunátt. Persónlega. Já. Þetta hefur pottit verið eitthvað bland. Já. Þetta er ekki Svona sitt lítið að hver. annarkvort, sko, en já. Já. Ekki leiða löngu áður en öll Rómaborg vissi af sambandinu þeirra. Ekki allir par sáttir að þetta var svona rosalega opinbert. Það bætti ekki ástandi að hann Sílius skildi við konuna sína þegar allir vissu. Þannig að hann hefur mátt skilja samt. Já. Það voru skilnaðir voru mjög vel liðnir þarna í Rómaveldi. Og einmitt Claudius átti 2 aðra konur með Messalín, áður en Messalínu kom. Já, ég held bara að það eru dáið. Nei, hann skildi það bara sem magna. En já, afleggingarnar af því eiga eftir að koma aðeins meira við sögu eftir smá. Það voru nefnilega þau voru farin að fá nokkuð spjót sem snýra að þeim. Hvað var það þetta samband þeirra? Og þá ákváðu að takast á hörðu með enn harðara. Þau gerðu það sem enginn í Rjóm. Í Rjóm. Rjómaborg. Rómulus og Remus réðst inn í Rómaborg. Anna, ég held að það væri Rjómaborg. Já. Það er náttúrulega mega alveg sens. Réðst inn í Rjómaborg að reyndi þar og reflaðir af börnum og er þetta ekki svona? Já. En já, þau gerðu það sem enginn í Róm bjóst við. Þegar Claudius fór til Ostíu í vinnuferð, þá buðu þau fullt af fólki
í brúðkaupið þeirra. Ha? Mhm. Ok. Það er ákveðið múf. Já, hún var í raun mjög opinberlega að skilja við Claudius, tæknilega sé. Það er allan það sem sumir segja. Ok, en mér finnst það samt svolítið skrítið með þau bara eins og ég sagði á hann. Hún er örugglega liðin svo hún væri svolítið ósnertanleg. En hún samt þurfti mannin sinn og hans stöðu Já, til þess. 100% sko. Þess að finnst mér þetta smá ótrúverðut og ég tala svo ég þekki svo konu, ég þekki ekki raskat. En Ég skil hvað átt við, sko. að hún myndi ekki vilja missa þessu völd Nei, nefnilega ekki. og þessa tengingu og þannig þetta á stöðu sem hún var í. Þess að, já, ok, en ég þekki hann ekki neitt, en Nei, bara... og ég andjú skil ekki af hverju þau gerir þetta, en þetta er greint nefnilega frá hjá bæði Tacitussi og Suetoniusi. Já. Og einmitt Suetonius talar mun minna hana, en hann mun svona meira to the svona Beinskiptur. Já, einmitt, og hann samt talar þetta brúðkaup. Ok. Þannig að Já, þetta bara gerist. komur á óvart. Já, 100% sko. Já, hún var í rauninni opinberlega að skilja við Claudius með því að giftast honum Síliusi. Allan það sem margir litu á þetta sem. Þetta var ekkert lítið dæmi heldur því að það var hellingur af fólki, stór veisla og þau sáust, kissast og faðmast. Áttu líka að hafa skotist aðeins frá saman. Já, og það er sko, Tacitus nefnilega skrifar ekkert í, þú veist, þetta gerðist ára þetta gerðist á þessum degi. Já. Þannig að þá einmitt segir hann að þau hafi gengið saman nóttina. En atburðirnir gerast, sem sagt, framhaldið gerist samdægurs. Þannig að það meikar ekki alveg sens. Nei, ok. En já, þau eiga að hafa samt skotis frá hans. Láta sig aðeins Já. Og einmitt enda í Lúkulusargörðunum sem hún síðan bara notar mjög reglulega. Ég skil. Margir af háttsetnir ræðismönnum urðu brjálæðir og litu Claudius strax vita. Þeir voru svona brjálæðir út af því að þeir litu sumir á þetta sem að þau ætluðu að taka yfir Róm. Ég skil. Það hefur aldrei verið staðfest. Nei. En það voru margir sem horfðu á þetta þannig. Ok. Og já, hann Einhverja Claudius. viðvörunarbjöllur farnar í gang þá í hausnum þeirra. Já, mjög Já. mikið. Og Claudius var ekkert passáttur eins og við mætti búast og fór beint aftur til Rómar. Og þau eru einmitt í Lúkulusargörðunum þegar þau frétta af því að hann væri á Hvað leiðinni. var hann? Hann var í Ostíu, manstu? Já, djók, auðvitað. Og þegar þau frétta af því að þá ákveðu að láta eins og ekkert hafi í skorist. Sem er rosa fyndið. Hann fer bara aftur til konsulsins og byrjar að vinna og hún er bara hann í Lúkulusargörðunum að slaka á, sko. Já. En já, áður en þau vissu af, þá voru hermenn komnir að setja þau bæði í járn. Þegar hann Claudius kom á heimili Síliusar, þá var hann ekki lengi að sjá alla gjafinar og merki hvað það hefði gerst í rauninni. Og einmitt, mikið af því sem hann hafði gefið honum var hans Claudiusar upprunalega. Og þú veist, þetta eru svona fjölskyldu munir og svona, já, þú veist. Ekki eitthvað sem var hennar að gefa. Nei, og einmitt, það er rosalega erfitt að spila sig út úr því að þetta hafi eitthvað tíma gerst út af því að það voru bara rosalega mikið sönnunum Já, alveg. Sílius var frekar yfirvegaður að svo verðist og bað skjótan dauða sem hann fékk. Já, ok. Og einmitt, ég held að Claudius hafi bara viljað í rauninni sópunum í burtu eins fljótt og hægt var. Já. En það er ekkert gefið ástæða samt en Nei. þetta er svona það sem ég dettur í hug. En já, það var aðeins öðruvísi með Messalínu. Hún var konan hans og það virðist sem að hann hafi elskað hana bara eftir öllum heimildu sem við höfum í höndunum, þá virðist eins og hann hafi virkilega elskað hana einhverju viti, sko. Já.
það því að einmitt hún gat spilað hann eins og ekkert var og hann einhvern veginn í rauninni lét margt slæta sko og hann einmitt setti dóminn hennar daginn eftir, ekki samdægur eins og með hann Silius og hún þá bara í hann Lúkulisar görðunum í rauninni bara þar sem hún vill vera hvort sem Já, en þú veist, þetta svona hún fer ekkert það Nei, en það hennar Já, ok en hún ekki í fangelsi í raun Nei, ekki þannig, en já hún má ekkert fara Nei, en Stuðningsmenn Kládíusar voru hræddir að hún myndi sleppa úr haldi og komast undan allri refsingu. Hann Kládíus myndi einhvern veginn svona lúffa undir. Þeir senda hermenn til hennar og segja þeim að keisarinn vilji að hún veri aflífuð. Þannig að þeir stuðningsmennir hans ljúga að þessum hermennum. Ok. Já, hún fréttaði að þeir voru á leiðinni og reynir að komast í burtu. En það orðið of seint, hún kemst ekkert út og þetta eru afgirtir garðar þannig að það er ekkert margar undankomulegir þegar þið koma að henni þá segja henni trigger warning aftur að dreipa sig, stýrunni gefinni það að hún eigi að fremja sjálfsmorð Mér finnst þetta samt voðalega sérstakt Ég veit og þetta gerist aftur og aftur Já, það er svona smá eins og ég sé að fyrra sig af ábyrgð. Já, þetta getur pottit verið eitthvað þannig, sko. Já. En já, hún getur það ekki. Og, þú veist, skiljanlega, sko. Og, einmitt, einn hermannna rekur hann í gegn með sverði. Og hún deyr nær samstundis. Og það endurinn á henni Messalínu. En það ekki endurinn á persónunni í rauninni. Nei, en hvað sagði Kládíus við þessu? Hann gerði ekki neitt. Gerði hann ekki neitt? Nei, okay. Hann í rauninni bara lét eins og ekkert hafa gerst. Af því að hann hefði, þú veist, í rauninni geta kært þá fyrir landráð. Nefnilega, og sem hann gerði með nokkra hermenn í præturíunni sem drápu Kalígulu. Og hann einmitt dæmdi tvoðaðum til dauða. Já. En hann gerði ekki neitt þegar kom að henni. Og einmitt, það engin útskýring af hverju. Hann gerir það eitthvað sérstaklega. Ekki allan að neinn sem ég fann. En já, það nefnilega, hún hefur verið gerð mun verri í gegnum tíðina heldur en hún var. Og við getum alveg rekið það aftur til Cassius Dio og Juvenal, já, sem voru þessi sagnfræðingar innan geðslapa. En já, hún einmitt var gerð af atlægi og lýst sem mun hræðilegri í umfjöllun eftir dauða hennar. Pliny hinn eldri sagði að hún hafi reglulega farið í hóruhús því að hún gæti ekki fengið kynlöngunum sínum fullnægum. Hún átti að hafa farið í keppni við eina hóruna hver gæti verið með fleirum. Messalína, já, ég skil. Já, okay. Messalína á að hafa unnið eftir að hafa legið með 25. Okay. Og hann Juvenal sem var þekkt skáld einmitt, og skrifar hana í satírunum sínum einmitt, satírur, þetta háð bara veist, í grunninn sko. Já, hann segir í satírunum sínum sem einmitt, skrifar öld eftir dauða hennar. Hann sagði að hún setti á sig ljósarða hárkollu, færi í lágklassa hóruhús og inni þar til að sólin rísi. Og hann skrifaði mitt þreytt en ófullnægð. Hann kallaði hana keisarlegu hóruna. Cassius Dio tekur þetta enn lengra og segir að hún bjóði mönnum í höllina til að borga fyrir kynlíf með henni og að hún eigi að hafa þvingað aðrar hefðakonur til að vera með sér. Já. Og í rauninni frá þeim fáum við ímyndina sem síðan notuð bara í restina eins og í Jane Eyre og í Meistarinn og Margarítu. Hvernig aftur eftir nafnið hans Chuck Palahniuk þetta gæðin sem skrifaði Fight Club mitt notar hann líka og hún bara í rauninni þekkt sem keisarlega hóran. Ég skil. En það mun minna minnst á hana sem svona pólitísk að hafa, þú veist, í rauninni að
vel gert Jónas. Já, þannig að það er í rauninu verið að nota þetta að hún hafi verið algjör hóra í staðan fyrir að hún voru að nota valdastöðu sína til að koma sínu framgengt. Einmitt, þú veist eins og það er aldrei minnst að það að hún notaði sína pólitísku stöðu til þess að í rauninni fjarlæga eiganda úr myndinni og eignast lúkulausagarðana, skilur við? Já. Nú einmitt, það kom ekkert við í rauninni kynlífið að neina leiti, sko. Nei. Þú veist, það er í rauninni bara seinni skandallinn hana með honum Síliusi, þar sem eitthvað kynlíf átti eitthvað part af þessu. En það er náttúrulega mun meiri hneyksli nefnilega og að nota þessa ímynd af henni og þá náttúrulega er fólk að halda í hana. Já, og það er einmitt svona sem ég segja, þú veist, merkjum svona feðraveldið í allir sinni mynd að hún hafi verið bara, þú veist, í rauninni niðurnýtt í, þú veist, bara eitthvað svona nymphomaniac í rauninni. Algjörlega. Þú veist, í staðin fyrir eitthvað svona pólitískt hugsandi hana konu sem nýtti sér stöðuna sína til þess að fá sínu fram. Algjörlega. Þannig að, já, það er svona leiðilegt hvað það varðar og í rauninni eini höfundurinn sem kemst næst þessu er hann sem skrifa Meistarinn Margaríta. Þar er hún bara sem einn af heiðursgestum djöfulsins, ekkert meira en það. Ég skil. En já, allir aðrir höfundar sem hafa notað hana eru mitt nota hina ímyndina. En já, þetta var sagan af henni Messalínu. Okay. Já, lítið þekkt en mjög áhugaverð. Algjörlega. Og ég sá bara eitthvað lítið YouTube short sem sagði frá henni og ég bara ákvað að byrja að stúdera hana. Já, vel gert. Og hún mjög áhugaverð kona. Takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir að hlusta. Og við bara heyrjumst aftur eftir viku. Já, algjörlega. Bye.